Já, góðan daginn skákmeistarar. Ég ætla að fjalla um riddari C6, riddari F3, riddari C6 er svokölluð Nimzowitsch byrjun. Það sem ég ætla að fjalla að mestuleyti er sem sagt snýst yfir í svona pirkvörn með frjálsri aðferð í rauninni. Þegar hvítur leikur riddari F3 í öðrum leik þá er hann að vonast eftir því að svartur leiki E5 og skákinn fari bara í svona hefðbundna leiðir, Spánverja, ítalska leik eða skoska leik. En D6 sá leikur kemur í veg fyrir það. Nú önnur leið fyrir hvítan væri auðvitað leika D4. Ég ætla nú ekki að fara mikið við það núna, en það er aðalínan D5 og sá íslenski stórmeistari sem deldi þetta oft var vinnur okkar Stefán Heitin Kristjánsson. Hann var með gott skor í þessu systemi og letaði ekkit á sig fá þó maður að vera að gera grín á hann að vera að tefla þessa vitleysu innan svega. Já, ég ætla að byrja að sýna bara svona hvernig þetta getur telst ef hvítur leikur D4 í öðrum leik, sýna eina skák með Stefáni. Eftirfarandi skák var telt árið 2008. Þetta var Ólympíuskákmót, Jemen, Ísland. Það er einhver Al-Sendani, 2400 stig, ég þekki þann ágæta mann ekki. Og hann lék E5, biskup F5. Ég mun ekki fara mjög ítarlega yfir þetta, bara svona sína sirka hvernig teflist. Það er átt hugmyndir að á dróningun á D7 og leika E6 og langkrókira. Biskup E4, aðtilsögur leikur. Svartur ætlar að loka búðinu með F5 og reyna að leika riddari F7 og G5 setna. Skákinn þróaðist einmitt þannig. Og G5, hróku G8, svartur tók aðeins yfir frumkvæði hérna og löngkrókun. Og hróku G8, hótum á G3. Og hérna kom skemmtileg fletta yfir Stefáni, hann drap hérna á E5. Það var hann G7, góðleikur, hótuðu öll eitlega á kongsvæng. Hróku G1 og þá leik hérna Stefán F4, biskup D4 og hér drap Stefán á G3. Spurning hvort hann hafi verið tímaræki, hann var nátt í tímaræki drengurinn. Tímarækssjúklingur, eins og margir góðu skákmenn. Friðrik Ólafsson var mjög góður í tímaræki. Sumir vilja halda því fram að hann hafi sóst eftir því að vera í tímaræki, en ég veit ekki hvort sé rétt. Það er bara að spyrja góðsögnina sjálfa. Hérna mist hann af skemmtilegu leik og það er ágætt að stoppa bara vídeo og finna mokkaleikin. Já, og svarið er dróning G5. Það er bara gert út skákina. Dróndur er E5, dróning H4 skák og þetta er bara mát. Og náttúrulega kongur G2, það er bara drepið og vinnur. Við skulum bara fara hratt yfir skákina. Hann drap á G3 í staðinn. Svartur var það fórna kalli, hann smáta H4. Og það var svona smá krísuvíkuleið, en svartur með 3 peð, hvítur með 2 peð. Svo vannst þetta nú að lokum. Þetta er ekkert grína eiga völlis peð og biskupin F1 er ekki að gera mikið sko. Þannig að og hvítur F. Já, mér fannst þetta nokkuð flott skák hjá Stefáni og sérstaklega hefði verið ekstra flott ef hann hefði fundið dróning G5
en þá förum við yfir í það sem ég ætla að taka með svona pirk með frjálsri aðferð. Það mætti haldið að vera eitthvað fimleika sýning en svo er ekki. Já, þá förum við höldum áfram. Rittar F3 er það sem við ætlum að fara yfir, D6, D4, rittar F6 og G6. Þá erum við komin í svona hálfgerðan pirk sko, nema rittarinn er á C6 og þá er þetta gott að spyrja hvað gerist eftir D5. Þetta skulum byrja að taka hann fyrir. Rittarinn fyrir á B8 tilbaka. Hvítur aðeins útvikla sig en við fáum hérna svona einhverja reyti og planið á okkur að leika C6 mjög fljótlega. Nú H3 kemur við fyrir biskup G4 í framtíðinni. Það er bara svona að sína sirka hvernig getur telst. Og B6, þetta er svona aðal hugmyndin í þessu. C6 og B6 og þá erum við að berjast gegn þessum D5 reit leik segi. Nú dróning E2, biskup G5 kemur til greina, biskup B7 eitthvað með svona og síðan myndum við drefa með biskup. Skákin heldur bara áfram. Hvítur líklega mögulega lítið betra en ekkert merkilegt. Nú það, dróning E2, hérna er skák hjá Tigran Garamian, Christian Bauer með svart. Christian Bauer er oft svona to go skákmann að skoða en að skoða eitthvað skrýtnabyrjanir. Þetta er oft mjög furðulega. En hann hefur samt alveg sínar hugmyndir sko. Og A6 og völdum við B5 reytin. Hér er einfaldlega bara að drepa á D5 til dæmis og tefla svona. Þetta er bara ágætt stað á svartan. Það má aldrei drepa á E7 og missa hann bara drottninguna. Rittarinn getur farið á C5 og rittarinn dreipur svipa. Svartur er með hörkuspil. Jafnvel þó hann dreipi á E7 þá kemur líklega hrókur E8. Drottningin ég veit ekki hvert hún að fara einu sinni. Það myndi ég halda að svartu væri alltaf með nógu spil eftir þetta í C5 til dæmis. Hrókurinn getur fara á E5 í einhverjum tilvikum. Rittarinn á E4 counter. En í þessari skák leika hann C5. Við bara hrætt yfir þetta. B5 sem er svona Pesford minnir svolítið á Bangkok Gambit. Ég var líklega bara ágætt til dæmis að fara til þetta svona. Svartur er með fín tækifæri hérna. Hún er E4. Það er líka B6. Og þetta er svona drauma Bangkok staðan. Myndi ég halda. En hérna tók svartur jafnteflinu en í skáskýringu stendur að hugsanlega gæti hann leikið E6. Þannig að hvítur leikur D5 þá er rittari B8 og síðan erum við að fara að leika C6 og B6 frekar snemma. Það er svona í grunninn planið. Já, ég ætla að koma aðra svona mótel skáki í þessu sem sýnir hvernig getum telst. Það er Anand með hvíta mútið Nakamura. Þetta er þetta hraðskák en C6 eins og áðan, H3 og B6. Þetta blir svona svolítið svipa. Og Anand leika A4. Nakamura leika A6. En það er allt í lagi að drepa á D5 held ég og hér er einhver skemmtileg skiptamisvörn. Svartur fæði gott play. Hún er á C3. Þannig að það er stundum að ég lagi að drepa á D5 en Nakamura leika A6. Skulum bara hratt yfir þetta. Nú dróning C7 líklega bara í uppstæða.
hann leik hérna E5 sem athyglisverður leikur. Nú er þetta orðið svona dálítið eins og sikilega vörn. Og staðan er jöfn, þannig ég ætla nú bara að sýna byrjun, ég ætla ekki að fara alla skákina sem var löng. Þetta sýnir svona þessar hugmyndir gegn D5. Já, næst er það hraðskák sem Svídler og Magnús Carlsen teldu. H3, C6. A4, B6. Og hérna leik Svídler A5. Þetta er atskák síns mér já. Nú, A5 var í svara með B5 og B4 og svart stendur vel. Það er bara næst á C6. Þetta er D4, biskup B7, A5, svona beinskitt. Hér átti Carlsen líklega að leika B5 bara með fína stöðu sko. Það hangir alltaf á E4 en hann leik króku B8. Fer ég bara rætt yfir þetta. Menn eru kannski ekki mikið að leita sannleikars í skákin í atskákum. Það er svona bara meira tefla eitthvað sem með einhverju svona flæði og skilja stöðunar. Og hérna er þráleikur. Já, þá höldum við áfram. G6, biskup B5. Það er þá leppur og það er ekki einfaldast að svara þessu bara með A6. Biskup G7. Og ef hann leikur E5 þá bara er þetta allt í lagi á svart sýnist mér. Nothing to worry about. H3 valda G4 reytin er rökréttuleikur. Tekur reytin af biskunum og ryttaranum. Rókering. Og ef rókur E1, rókur B8, ryttari T7. Og með hugmyndin leika C5 mjög fljóðlega. Biskup 1-3, rókur B8, B3, ryttari T7 er góð leikur hérna, sveigjanlegur leikur. Og svartur er að með augun á að leika C5. Nú segjum drónum D2, rókur E8, biskup P7. Staðan er í jafnvægi. Það er E5 eða C5 eftir atvikum. Hér í skák sem teldist með ryttari 1-2. C4. Ég sé nú ekki að því að drepa hérna á D4 reyndar. Svartu valdi að leika biskup B7. Ryttari C3. Og F5. Líklega var best fyrir svartan bara að leika E6 hérna. Ég ætla kannski ekki að dvelja mikið meira við þetta. Þetta er bara fín stað á svartanum mínum að því. Biskup 1-3 og biskup Gunnar 7. T5, ryttari B8, drónum D2 C6. Og drónum B6 er hérna sterkur leikur. Pressu á B2 og F2. Og löngkrókun, biskup G4 getur komið til greina. Og staðan getur orðið dálítið vilt hérna. En hér er líklega besta svari bara að leika ryttari D7 og drang B4. Fyllt eftir með drangri B7 og síðan reyna langkrókina. Ég ætla að taka aðeins meira fyrir þessum biskup E3 stöðutípum. T6,
kemur líka til greina sem gegn D4 ef það er ekki allir tilbúinir kannski að leika D5 en ok, skulum halda áfram. Biskup 1-3, þá er þetta orðið svona hálfgerður pirk og hrókering hérna. Og hér er hugmyndin hjá okkur að leika A6 og B5 bara sem allra fyrst. Nú segjum löngkrókun, A6, biskup H6, B5, það má ekkert bíða hérna, það er fljótt að gerast allt saman hér. Nú hér sýnist mér á öllu. Tveir leikir koma til greina, biskup G4 og B4. Við skulum byrja á B4. Þetta er svona, hér væri hvítum með betra ef við farum með þetta, bara peð yfir, það má ekki gera það. Kóngur dreipur G7, þetta er D5. Við endum peð yfir en hvítur eru vissulega með spil og ég skrifa einnig skýringu hjá mér sennilega óljós staða. En ég sé ekkert svona enga bráðahættu hjá svörtum. Við erum náttúrulega piðin yfir, þannig að getum náða að leika H6 og F5 eða eitthvað svoleiðis. Þá var við góðum málum. En biskup G4 annleikur, dróna G3 og hérna held ég að biskup F5 sé, biskup H5 sé aðtilsverðleikur. Kom alveg við fyrir H5 og við erum svartur alveg með sín tækifæri hér en staðan er flókin. Spurning hvort sem að fara að leika drón D7 eða hróku B8 jafnvel. Já, það er alltaf spurning hvort rittarinn getur fara á A5 C4, það er ekki vistu tími í það. Líka rittar G4 í einhverju stöðum. Það er til dæmis E5 og síðan rittar G4. Já, þetta var svona almennt þessar stöðutýpur sem getur komið upp í Numsowitz pirk með frálsir aðferð eins og við kýrskalla. Og bara endilega smetla á like takkan og subscribe. Takk fyrir.